Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að standa fyrir pólitískri umræðu núna næstu mínútur. Þið munið kannski hvernig orðræðan var í sumar. Ég held dæmis var tíður gestur í heita pottinum í Vesturbæjarlauginni og þar voru ýmsir fræðingar að ræða það frá deildags hvort það mætti beita 71. greininni til að stöðva málþóf veiðigjöld. Það var nú bara mál nokkuð margra að það væri mjög varasamt ætti eftir að hafa slæmar afleiðingar fyrir þá sem myndu stöðva umræðuna. En svo höfum við, það var talað að það yrði bara allt vitlaust og alls konar stór orð þetta neyðarheimill kjarnorku ákvæði og ég veit ekki hvað og hvað. En það sem gerðist var eitthvað kannski þveröfugt við þá umræðu allavega sem var í heita pottinum í Vesturbæjarlauginni. Ef eitthvað þá vænkaðist hagur þeirra stjórnvalda sem beittu þessari grein og ég ætla svona að byrja þessa umræðu á því að kanna hvort það hafi komið á óvart. Tveir stjórnmálafræðingar, annar þeirra kennir sig oft við alþýðufræðslu sem eru komnir til okkar að ræða þetta sem og þingmáli framundan, stöðu stjórnar, andstöðu og stjórnar. Þingveturinn framundan, það rétt mánuður, þangað til Alþingi kemur saman. Verið velkomin, Eva H. Önnudóttir og Ólafur Þ. Harðarson. Takk. Við byrjum á þér, Eva. Kom þetta þér á óvart, komu viðbrögð þjóðarinnar þér á óvart í kjölfar þess að veiðigjöldin runnu í gegn eftir að sem sagt þingforseti stöðvar umræðu? Það náttúrulega mjög ósanngjarnt að spyrja þessu svona eftir á, sko, að ég get ég sagt, nei, þetta komur alls ekkert óvart. En svona í fullri alvöru að þá var það þannig að þetta komir ekkert mjög í opna skjöldu. Vegna þess að það eru meir en held í 30 ár síðan, það allavega mjög langt síðan sem var beitt síðast. Og við eigum ekkert mörg fordæmi, þannig að við eigum ekki fordæmi síðan að lögunum var breytt, ef ég man það rétt, sko, þingskaparlögunum. Þannig að við höfum ekkert fordæmi að vísi hvort að allt yrði vitlaust eða ekki. Og það nú oft þannig þegar við erum að spá fyrir einhver svona viðbrögð í stjórnmálum, og sérstaklega ef það eitthvað sem kannski ekki mjög algengt, að þá verður oft til eitthvað svona umræða, svolítið svona einstefnu umræða, þetta mun verða svona ef að þetta gerist. Og þegar maður er búin að fylgjast með stjórnmálum svona lengi eins og við erum búin að gera hérna, að þá veit maður að það ekkert alltaf, verður ekkert alltaf raunin. Þannig að þetta komir ekkert verulega á óvart að því þetta var í raun og veru það eina í stöðunni. Umræðan var búin að vera í gangi hvað bara marga vikur, allir vissu hvernig yrði kosið eða frumvarpið þegar það myndi vera kosið það í þinginu. Það var ekki verið að bæta neinu við, fólk var þreytt á þessu, þannig að það var náttúrulega ekkert annað í stöðunni ég fyrir ríkisstjórnina heldur að beita þessu ákvæði, þá raun og veru líka búið að vera að vara við því og auðvitað var það svona eðlileg viðbrögð hjá stjórnarandstöðunni að segja að ef að þessu yrði beitta þá yrði nú allt vitlaust. Og náttúrulega þau sem eru kannski svona hvað reiðust yfir þessu var stjórnarandstaðan, talaði endalok lýðræðis og einræðistilburði og svo framvegis, en þetta var náttúrulega bara allt samkvæmt þingskapalögum og þetta kom ekkert eins og þruma úr heiðskíru lofti, það var búið að vera að vara við þessu að þarna væri ákvæði sem að gæti mögulega verið beitt og þannig að kannski það sem að kom mér kannski mest á óvart var hversu stór orð voru látin falla bæði þannig rétt áður en að þessu ákvæði var beitt og líka í kjölfarið að þetta væri einræðistilburðir, að þetta væri eitthvað svona samsæri hjá ríkisstjórninni og ríkisstjórnin vildi láta þetta fara svona til þess að geta kennt stjórnarandstöðun einhver önnur mál sem fór ekki í gegn og það fannst mér svona fara svolítið
ganga svolítið langt sko. Það komið svolítið óvart að fólk getur svona ég raun og taka svona stórt til orða og vera með alls konar svona kenningar sem voru bara svona kannski svolítið gripnar og lausa lofti. Áður en lengra haldið kæru áhorfendur og hlustendur ef þið heyrið hérna einhver dularfull hljóð inn í stúdíónu þá þetta ekki við Ólafur að japla á okkar eigin kjálkum heldur hundur sem sagt hérna inn í stúdíónu undir borðinu og við heyrum hann japla á einhverju kannski lekur í gegnum hljóðnum hann bara svona Þetta skal ég segja þér svo kallaður varðhundur valdsins. Þetta varðhundur valdsins. Hann í leinum hér. Hann hér í leinum. Jafnvel við rauðaborðið. En hérna, Ólafur, sko, það rétt sem að Eva bendir á að við höfum svona ég held að svo saga hafi verið sögð að þrátt fyrir beitingu ákvæðisins þá hafi svona nokkur mál fallið á milli skips og bryggju eða ekki náði í gegn vegna þess tíma sem að fór í þetta var ómikið stress í ríkisstjórninni að blása af leikinn þegar þessum áfanga var náð áður en við förum í það hvort þetta hafi komið mér óvart Það nú kannski erfitt að segja en hins vegar sko þessi beiting 71. greinarinnar hún mikil tímamót í íslenskri stjórnmálasögu og í þeim skilningi eða sem sé út frá því kannski ekki óeðlilegt að ríkisstjórnin hafi bara talið það nóg í augnablikinu að beita þessu ákvæði sýna það að hún ætlaði ekki að láta minnihlutann hafa neitunarvald framgang veiðigjaldafrumvarpsins og þá annarra stjórnarmálefna. Kom þér á óvart hvernig ríkisstjórnin reyti af eftir þetta mál því við höfum séð áhugaverð viðþorf í skoðanakönnunum? Nei, það kom mér ekki á óvart. Það gerðist eiginlega nákvæmlega það sem ég bjóst við. Menn hafa lengi talað það að þetta sé ákvæði sem að megi ekki beita og það hefur verið kallað kjarnorku ákvæði. Ég hef nú hvergi heyrt hugtaki kjarnorku ákvæði reyndar notað nema í þeirri þingdeild í heiminum þar sem að málþóf verst, langverst bandarísku öldungadeildinni. Ég hef aldrei heyrt talað kjarnorku ákvæði í Evrópu, Vestur-Evrópu, enda málþóf af þessu tagi sem að við höfum búið við algjörlega óþekkt í svona ríkum mæli hér í nágrannalöndunum. Og þú hefur bara leyst óbeitinni á þessari vinnu? Þetta einhver mesta meinsemd íslenska stjórnmála. Þetta málþóf og það hafa meðal annars skrifað langreyndir starfsmenn þingsins, Helgi Bernódusson og Þorsteinn Magnússon og kveðið mjög fastað orðið það hvað málþófshefðin íslenska skaðleg fyrir þingið, málefnarstarf, nefndastarf og þar með götunum og þar að auki náttúrulega málþófið gríðarlega ólýðræðislegt. Hins vegar þá hafa menn verið hræddir við að beita þessu. Jóhanna Sigurðardóttir vildi til dæmis beita þessu ákvæði í einhverjum málþófum 2012 og 2013 en forseti þingsins á þeim tíma taldi ekki rétt að gera það, henni var hótað alveg eins og núna að það yrði allt vitlaust ef að ákvæðinu yrði beitt og hún vildi ekki leggja í þann leiðangur. Núna hins vegar voru aðstæðurnar að ýmsu leyti öðruvísi og hvernig þá. Þær voru öðruvísi að því leitinu að stjórnarandstaðan, hvort sem að stjórnin hafði nú hafið hugsað sér að beita þessu ákvæði ekki, þá lagði stjórnarandstaðan öll vopnin upp í hendur þingmeirihlutans vegna þess að þegar að málþóf hefur áður verið, það einhver 5 málþóf þar sem að umræður hafa farið yfir 100 klukkutíma og hefði sjálfsagt í öllum tilvikunum verið ástæða til að beita 71. greininni en henni var ekki beitt en öll þessi frumvörp fóru í gegn á endanum. Þannig að stjórnarmeirihlutinn hafði því sitt fram án þess að beita 71. greininni. Núna hins vegar virtist allt benda til þess að stjórnarandstaðan ætlaði bara að halda áfram að tala og eftir breytingarnar á þingskapalögunum 2007
þá getur stjórnarandstaðan tæknilega talað endalaust. Það var ekki þannig áður. Áður hlaut málþófið einhvern tímann að enda. Í annarri umræðu. Í annarri umræðu. Og hérna, þar er nú málþófið yfirleitt langmest þó að það hafi líka borið svolítið á því að núna var til dæmis dálítið málþóf eða með kosti tafir í fyrstu umræðu. En stjórnin sem stóð frammi fyrir því að fallast á það að stjórnarandstaðan ætlaði að beita þingsköpunum til þess að tala endalaust og þar með að taka sér algjört neitunarvald framgang þingmála. Við það getur engin ríkisstjórn auðvitað unað og í þessari stöðu var eini leikurinn sem stjórnin átti eftir eða stjórnan meirihlutin átti eftir var að beita 71. greininni. Þannig að það er í rauninni þrákelkni stjórnarandstöðunar sem verður til þess að stjórnin verður að beita 71. greininni og síðan kemur í ljós að mikill meirihluti þjóðarinnar var mjög ánægður með þá ákvörðun. Stjórnarandstæðingar sögðu þegar að eftir að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti beitti greininni að nú hefði hún ekki lengur traust stjórnarandstæðun, hún væri bara þingforseti meirihlutans og menn geta náttúrulega orða það eins og þau vilja en hins vegar þá hafa margar kannanir sýnt það að það bil 3/4 af kjósendum sem taka afstöðu þeir eru ánægðir með það að Þórunn og stjórnarmeirihlutin hafi beitt þessu ákvæði. Og við sjáum líka að fylgi stjórnarandstöðu flokkanna hefur ekkit aukist, það hefur reyndar heldur örlítið minnkað frá kosningunum síðustu og í nýlegri könnun Maskínu þá var spurt hvort að menn væru ánægðir eða óánægðir með framistöðu stjórnarandstöðunar og ríkisstjórnarinnar og svona þegar leið á fóru fleiri að taka afstöðu en í janúar þá voru 20% svo að enda óánægðir með framistöðu ríkisstjórnarinnar. Í júlí var þessi tala komin í 60%. Óánægjan hafði aukist á þessum tíma 40% stig. Óánægjan hafði líka aðeins aukist með ríkisstjórnina, það voru 19% ánægðir með ríkisstjórnina í janúar en óánægðir með ríkisstjórnina í janúar en í júlí voru 27% óánægðir með ríkisstjórnina. Það er sem sé aukning á óánægju með ríkisstjórnina 8%. Þannig að almennt hefur þetta þref sem sé leitt til aukinar óánægju bæði með stjórnin og stjórnarandstöðuna en fyrst og fremst með stjórnarandstöðuna. Og í þessari sömu könnun Maskínu þá sögðust 2/3 kjósenda vera stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar og Gallup hefur verið með svipaðar tölur þannig að allt þetta ár hefur ríkisstjórnin verið að mælast með það bil 2/3 það bil 2/3 kjósenda segjast vera stuðningsmenn hennar og stjórnarflokkarnir sameiginlega hafa frá kosningum verið að halda sínu fylgi, þeir fengu 50% í kosningunum. Í nýjustu mælingunum þá hafði þetta aukist í 53-4% sem flokkarnir voru sameiginlega með. Samfylkingin hafði bætt mjög verulega við sig og flokkur fólksins tapað. En í heildina var staða stjórnarinnar í öllum könnunum mjög góð. Staða stjórnarandstöðunar hafði ekkert batnað við allt málþófið og það er algjörlega skýrt að mikill meirihluti kjósenda hafnar málþófi sem gildri lýðræðislegri aðferð í þingstörfunum. Þannig að spurningin verður þá hvað gerist í haust? Mun stjórnarandstaðan þrátt fyrir allar þessar tölur, þrátt fyrir skýran vilja þjóðarinnar varðandi málþófið, ætlar þá stjórnarandstaðan líka í haust að leggja í tafaleiki
og málþóf og reyna að lama þingið eins og margir sögðu náttúrulega að myndi gerast ef að 71. greinin yrði beitt. Ég ekki viss að stjórnarandstaðan ríði feitum hesti frá þeim átökum ef að hún kýs að fara í slík átök. Stjórnin hefur ýmislegt í sínu vopnabúri. Það ekki bara hægt að beita 71. greininni til þess að stöðva umræðin eins og gert var núna. 71. greinin heimilar líka forseta þingsins að leggja fram áætlun það hversu langan tíma umræður hvert mál megi taka og það í rauninni sá háttur sem að gjarnan hafður á hér á hinum Norðurlöndunum og auðvitað væri langt skynsamlegast að stjórnin og stjórnarandstaðan settust niður og kæmu sér saman hversu langan tíma má taka að ræða hvert mál. Ef að það tækist þá sæjum við hér grundvallar breytingu á þinginu. Það að segja að málþófshefðin hefði verið drepin og ef að sú verður raunin þá verður það nú kannski mikilvægasta stjórnkerfisbreytingin sem núverandi ríkisstjórn hefur komið á sínum ferli. Þetta grundvallar mál. Takk fyrir þetta, Ólafur. Mér langar að varpa boltanum yfir til þín, Eva, og spyrja þig hvað finnst frammistöðu oddvita stjórnar andstöðu flokkana. Það því hefur verið telt fram sem röksemd að innan Sjálfstæðisflokksins sé ekki eining með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formann. Ég hef hitt Sjálfstæðismann sem kallar hana rebound formannin og við vitum að staða Sigurðar Inga veik. Við bara staða Framsóknarflokksins nánast þannig að það má segja að hann sé í útrýmingarhættu út frá því fylgi sem hann að mælast með að hann fái þingmenn. Sigmundur Davíð hefur átt kannski auðveldara með að hafa stjórn á sínu fólki en getum við sagt að þetta sem Ólafur að tala hérna þetta bara hrein og klár mistök af hálfu þessara fyrrum valdaflokka Íslands sem áður voru vanir að ráða hér flestum hlutum áratug eftir áratug Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, hvernig þetta mál hefur farið og snúist í höndunum á þeim og má að einhverju leyti mögulega þá, ef við getum kallað þetta mistök, raki það til óeiningar, sundrungar eða bara vandamála inn í þessum flokkum sem stendur. Já, þegar stórt spurt, eftir á, klárlega mistök, maður sá kannski ekkit, ef við sáum kannski ekkit endilega alla þrjá flokkana í stjórnarandstöðunum vera þeir voru ekki allir jafn öflugir í málþófinu og það var kannski þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins voru kannski meira ábyrjandi í þessu sérstaklega Sjálfstæðisflokksins heldur en þingmenn Framsóknar þó svo að þau hefur líka tekið þátt. Þegar að fóra að líða á málþófi þá vissum maður kannski ekkit endilega hvað þeim gekk annað til heldur en að reyna að stoppa þetta. Og þannig að það sem ég á við hér að það virtist, það getur vel verið að það sé þannig að þau hafi nú ég að fara að koma með einhverjar kenningar, var ég ekki að blamera samsæðiskenningar á það sem ég hugsa fyrir hvern var málþófið, var þetta fyrir kjósendur eða var þetta fyrir þá sem eru kannski sterkir bakhjarlar þessar flokka og þegar fór að líða hagsmunatengsl. Já, hagsmunatengslin þegar fór að líða á þetta og þannig að og nú þetta náttúrulega í raun og veru bara geta mig til það hvort að þau hafi til dæmis það með formann Sjálfstæðisflokksins, við byrja þar hún náttúrulega kemur inn hún Guðrún Hafsteins tekur við að Bjarna sem var mjög sterkur formaður, búin að vera formaður í síðan 2009 og það alltaf erfitt að taka við af svona sterkur formanni sem er búin að vera lengi þó svo hann hafi sjálfsögðu verið umdeildur að þá var hann mjög öflugur formaður Sjálfstæðisflokksins og
og í því formannskjöri var niðurstaðan basically 50-50 þannig að hún hafði svo sem ekkit óskor að fylgja allra sinna flokksmanna, allan ekki sem voru landsfundunum. Þannig að það er alltaf sko, erfitt að taka við þannig formann og það sem ég hef alltaf sagt er bara það þarf aðeins að gefa kannski meiri tíma en það má ekki líða ofurlangur tími. Þú hjálpa nú ekki að það eru bara nokkur atkvæði sem skilja á milli hennar og Áslaugar. Já, akkurat, já. Og það var þannig í vor og að þá var formaður Sjálfstæðisflokksins ekkert mjög ábyrjandi í þessari umræðu, kemur svo inn sterkar núna í sumar. Þannig að ég veit svo sem ekki hvort að það hafi vantað einhverja svona meiri saminandi fórustu þar og hvort að það hafi mögulega valdið þessum málþófi, ég bara hreinlega veit það ekki, en það virtist vera svona eins og kannski var þetta einhverja atburður sem bara fór böndunum og kannski gerði stjórnarandstaðan ráð fyrir því að það yrði bara gert eins og hefur oft verið gert áður, það sem að í raun og veru sami og máli kannski tekur það miklum breytingum með að stoppa þannig að allir geti sætt sig við líka hagsmunaaðilar. Varðandi stöðu Sigurðar Inga þá rétt, hún er náttúrulega mjög veik með þennan litla flokk og engan svona augljósan kandidat eins og sem að inn á þingi sem að geti tekið við af honum. En sem formaður þarf að segja. En mér svona heyrist hann hafa verið að tala í þá átt að það verði formannskjör í flokknum einhvern tímann allavega fyrir næstu kosningar og þannig að sá flokkur virðist vera svolítið í sárum eins og og allavega eitt sem að mist líka mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að tala stjórnarandstöðuna og svona hegðun hennar í þessu máli, þessu málþófinu, þetta ekki sameinuð stjórnarandstaða, þannig að það eru ólíkir hvatar sem að liggja að baki hjá hverjum og einum flokki. Hvort þau hafi reiknað með í upphafi þetta myndi afla einhvers fylgil með kjósenda, það er bara ef þau hafa gert það þá hafa þau náttúrulega veðja algjörlega ránt og en það sem að mér finnst kannski líka áhugavert að sjá er síðan þessi umræða í kjölfarið að það þyrfti að breyta þessum þingskapalögum og í raun og veru bara breyta þingskapalögum þannig að þetta málþóf verði ekki mögulegt. Og ég vona svo sannarlega að það byrji ykkur vinna því tægi í haust vegna þess að við viljum ekkert sjá svona ástand ár eftir ár þar sem að fara 6 vikur eða 4 vikur í að ræða eitt mál sem að verður síðan þvingað í gegn. Og það er náttúrulega mjög mikilvægt að þá verði bara saman að allir flokkarnir á þingi komi sér saman hvernig þetta verði eða allavega meirihlutin þannig að þetta verði svona sanngjarnt líka til framtíðar. Það hefur líka heyrst í þessari umræðu að stjórnarandstöðu flokkarnir, valdaflokkarnir gömlu, þeir hafi í rauninni bara valið á milli líðhylli og tryggðar við hagsmunaöfl. Við vitum það alveg að ítök útgerðarinnar eru sterk, þau ná víða, þau ná yfir í alls konar atvinnulíf annað en sjávarútveginn. Er það mögulegt, Ólafur, að það hefur bara verið tekin ákvörðun það að það er langt í næstu kosningar og hollustan við útgerðina skildi metin meira en skoðanakannanir og tímabundi fylgi hjá íslensku þjóðinni? Það er algjörlega hugsanlegt og það eru ýmsir sem telja að þarna liggi hagsmunatengsl að baki. Hins vegar fyrir okkur fræðimennina þá er svolítið erfitt að fullyrða nokkuð það hvort að við vitum að þarna eru að bæði framsóknarflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur hafa verið mjög höll undir útgerðina. Hvort að það hins vegar ræður þeirra afstöðu frekar heldur en spurningum kjósendur, það er bara mjög erfitt að fullyrða það. Já. Hins vegar er staða stjórnarandstöðuflokkana á margan hátt mjög ólík. Í þessum málum þá hafa þeir til dæmis í veiðigjaldamálinu þá voru reyndar þessi 3 sem eru á þingi tiltölulega samskipa afstöðuna til veiðigjaldana þó það sé alveg rétt sem að
Eva var að segja að framsóknarmennirnir höfðu sig kannski minna í frammi. Og það Halla Hrund tekur ekki þátt í Halla Hrund hafði tölverða sérstöðu í þessu máli en það hefur hún lengi verið áhugamaður auðlindagjöld. En sko, ef við skoðum einstaka flokka í stjórnarandstöðun og þingi, þá í rauninni einfaldasta staðan hjá miðflokknum. Vegna þess að hann í rauninni með algjörlega skýra stefnu, hann með svona dálítið popúlískar áherslur í mörgum málum og hann og Sigmundur Davíð, þeir fyrst og fremst bara að tala í sinn hóp og þeir virðast vera tiltölulega sammála flesta hluti og það skiptir þá í sjálfu sér kannski ekkert rosalegu máli hvort það eru að mælast með 10% eða 15%. Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti, hinn hægri flokkurinn, hann í miklu erfiðari stöðu vegna þess að við vitum að í hans stuðningsmannahópi bæði stór hópur sem að málefnalega mjög líkur kjósendum miðflokksins, sem sé langt til hægri. En það líka hópur innan sjálfstæðisflokksins sem að í rauninni kannski nær þeim sjónarmiðum sem að kjósendur viðreisnar hafa. Og þess vegna í rauninni hlutverk hennar Guðrúnar Hafsteinsdóttur alveg eins og Bjarna Benediktssonar áður sem að tókst nú vann það afrek að haldast sjálfstæðisflokknum þrátt fyrir mjög minkandi fylgi að þá tókst Bjarna að halda sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn frá 2009 til 2024 í allan tíman nema 4 ár. En vandi Guðrúnar sá að hún þarna með ólíka kjósendahópa. Ef að hún fer mjög harkalega inn á miðflokksmiðin, þá á hún á hættu að missa kjósendur sem meira svona viðreisnar sinnaðir ef við viljum. Þetta mjög erfitt viðfangsefni. Við eigum enn eftir að sjá hvernig henni gengur, en ég tek nú eftir því að fylgið hjá Gallup sem sé skárra fyrir sjálfstæðisflokkin í hennar kjördæmi, suðurkjördæmi, heldur í öllum öðrum kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn með 25% í síðustu Gallup-könnun í suðurkjördæmi, rétt á eftir Samfylkingunni, en Samfylkingin í þeirri könnun var stærst í öllum kjördæmum. Í öllum kjördæmum nema suðrinu, þá sjálfstæðisflokkurinn með innan við 20%, og áhyggjuefni auðvitað fyrir hann kannski sérstaklega að í Reykjavík fylgið svona 16 til 19%. Framsóknarflokkurinn svo líka kafli út af fyrir sig og ég hef ekki skilið alveg hvað fyrir honum og Sigurði Inga vakir eða hefur vakað í þeirri tegund af stjórnarandstöðu sem flokkurinn hefur verið í, sérstaklega að hvað hann hefur í rauninni límt sig málefnalega í áttina að bæði miðflokknum og sjálfstæðisflokknum. Það eins og framsóknarflokkurinn, þessi gamli miðjuflokkur, hafi gleymt því að hann miðjuflokkur og hann verður að líka að sinna kjósendum sem eru á miðjunni eða vinstra megin við miðju. Og í nýrri könnun Maskínu þá sjáum við að kjósendur framsóknarflokksins í síðustu kosningum, flokkurinn hefur tapað sem sé einhverjum 3% stigum í könnunum, í júlikönnunni þar sem hann hjá Gallup var komin í 4,9%. En í Maskínu könnun, við höfum þetta ekki fyrir hjá Gallup hvernig þetta færist milli flokkana, en í nýjustu Maskínukönnunni þá það helmingur framsóknarmanna sem kusu flokkin síðast sem ætla að kjósa hann aftur. Og hvert hefur þá hinn helmingurinn farið? Mikill meiri hluti þeirra hefur farið annarkvort á stjórnarflokkana, helmingurinn af flóttamönnunum hefur farið til stjórnarflokkana 3. En ef við tökum til viðbótar þá sem að hafa farið á litlu vinstri flokkana sem sem ekki á þinginu, þá þetta það bil þriðjungur af fylgi framsóknar 2024 sem hefur farið annarkvort á stjórnarflokkana eða á litlu
vinstriflokkana og það eru hins vegar 17% af fylgi Framsóknar síðast sem að hafa farið á Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Þannig að flóttamannastraumurinn frá Framsókn ekki fyrst og fremst til hægri flokkana tveggja, heldur til hinna flokkana. Og þetta held ég að sé mikið umhugsunarefni fyrir hefðbundin miðjuflokk eins og Framsóknarflokkin. Geturðu nefnt einhver rök fyrir því þegar þú segir að það sé eins og Framsóknarflokkurinn hafi gleymt að hann miðjuflokkur? Er það einhver sérstök mál sem þú getur nefnt eða ertu svona meira að tala bara áruna að hann tali ekki til vinstri, tali ekki til þeirra sem að hafa það skýtt og svo framvegis? Já, ég er nú ekki að með svona skýrar vísindalegar mælingar á þessu, þannig en mér sýnist bara gögnin sem ég hef verið að nefna og fleiri bendi til þess að honum hafi ekki tekist að höfða til kjósenda á miðjunni eða vinstra megin við miðjuna sem að hafa áður kosið Framsóknarflokkin eða eru hugsanlegir kjósendur Framsóknarflokksins. Og ég er eiginlega meira, þetta var náttúrulega skýrt í veiðigjaldamálinu og ég held að það hafi ekki verið hyggilegt fyrir Framsóknarflokkinn með sína miðjukjósendur að vera svona grimmur gegn frumvarpinu veiðigjöld þó auðvitað séu líka sko einhverjir á landsbyggðinni sem að höfðu áhyggjur af veiðigjaldafrumvarpinu. Já, en það er himinn og haf. Þó það sé reyndar mjög athyglisvert að stuðningur við veiðigjaldafrumvarpið á landsbyggðum var heilmikill. Já, það er himinn og haf á milli þeirra þingræða sem að fluttar voru endalaust alla andstöðuna við þetta út á landi. Já, andstaðan var fyrst og fremst annars vegar hjá landsbyggðarþingmannunum og líka hjá sveitarstjórnarmönnum í mörgum sjávarútvegsbyggðum eða kannski flestum sjávarútvegsbyggðunum en kjósendur á landsbyggðinni virtust alls ekki vera sömu skoðunar. Áður við förum í þingveturinn framöndan aðeins betur ef að ég heyrði daginn að sko ríkisstjórnarflokkarnir þessir tveir stærstu stærri, Samfylkingin og Viðreisn, þetta væru í rauninni miðjuflokkar og hefði einhvern veginn orðið miðjuflokkar. Samfylkingin segist vera enn til vinstri en ég held að þessi flestur sammála hún hafi fært sig aðeins frá vinstrinu og það geti kannski verið eitt af því sem að útskýrir erfiðleika Framsóknarflokksins ef við erum með tvo vinsæla flokka í ríkisstjórninni núna sem eru í grunninn einhvern veginn að festa sig sem miðjuflokkar. Hvað segir það? Já, það var sko ef við skoðum gögn, bæði meðal kjósenda og líka meðal frambjóðanda, gögn sem eru hluti af íslensku kosningarannsókninni, að þá sjáum við með Samfylkingunum til dæmis að hún svona típisku sósíaldemókrata flokkur, þar að segja að hún vinstra megin við miðju, svo sannarlega ekki róttækur vinstriflokkur en sem sagt, vinstra megin við miðju ef við hugsum svona hægri vinstri, hægri vinstri efnaðasás og Samfylkingin, bæði kjósendur og frambjóðendur Samfylkingar eru líka svona í frjálslyndari kantinum ef við horfum á svona málefni sem að varða svona frjálslyndi stjórnlyndi sem svona innflytjendur, umhverfismál og fleira þeimdur sem svona málefni sem að falla kannski ekki beint á vinstri hægri. Já, þegar þú segir umhverfismál þá dettur mann í hug umhverfisráðherrann okkar að hann nú sagður meira til hægri heldur en flestir aðrir í flokknum. Já, en þá kannski bara hafa í huga þessi, ef við tökum bara umhverfismálin sem dæmi að þau falla kannski ekki endilega án á vinstri hægri ás. Nei. Það er kannski meira svona hvaða það er svona aðeins annar vinkill í stjórnmálum en allavega punkturinn minni sá að bæði þessar kjósendur Samfylkingar og frambjóðendur eru svona vinstra megin við miðju þegar kemur að hægri vinstri og eru að mörgu leyti líka mjög svona frjálslyndir ef við tölum svona frjálslyndir svona sín svo kalla menningar ás eins og hann hefur verið kallaður. Og svo með Viðreisn að Viðreisn einmitt, það er margir sem að halda fram að hann hafi verið svo mikill hægri flokkur en Viðreisn hefur alltaf verið svona aðeins hægra megin við miðju, svona miðju hægri flokkur á þegar við tölum bæði frambjóðendur og kjósendur
og líka mjög frjálslyndir. Þannig að þessi tveir flokkar eiga mjög margt sammeilegt, eru þarna kannski svona sitt hvoru megin við miðjuna og báðir svona mjög frjálslyndir. Þannig að það gæti það að segja að þessi orðin svona típiski miðjuflokkar sem er kannski ekki alveg rétt, þeir eru hann að sitt hvoru megin við, en það gæti að sjálfsögðu útskýrta að fólk sem hefur kosið Framsókn, sem er svo sannarlega miðjuflokkur og kannski aðeins svona íhaldsamari, að það fari, getur hugsað sér að færa sig yfir á Viðreisn og Samfylkinguna. Já. Af því að maður getur eiginlega horta á þess að flokka sem svona svolítið að keppast sömu kjósendur, þeir eru svona á sömu miðum, þannig að í kringum miðjuna. Mæla rannsóknirnar miðflokkin lengst til hægri? Nei, næst lengst til hægri. Það fyrir reyndar aldrei eftir því nákvæmlega hvað er spurt sko. En ef við tökum meðal viðhorf kjósendana á efnahagslegum hægri vinstri kvarða, þá er Sjálfstæðisflokkurinn lengst til hægri og miðflokkurinn næst lengst til hægri. Og síðan Framsókn og flokkur fólksins og Viðreisn nálægt miðjunni, Samfylkingin töluvert lengra til vinstri og svo litlu vinstriflokkarnir 3 lengst til vinstri. Já. En það er líka mjög fróðlegt upp á þetta að gera að skoða niðurstöður sem við höfum úr maskínukönnuninni frá því núna í júlí, spurning sem ýmsir spurja sig sjálfsagt, hvaðan kemur allt þetta fylgi sem að Samfylkingin hefur verið að mælast með. Og þegar við berum saman hvað menn kursu síðast og hvað þeir ætla að kjósa núna, að þá ætla tæp 70% af fyrirgjöðum, hvaðan fylgið Samfylkingarna núna, hvað menn kursu síðast sem ætla að kjósa Samfylkingarna núna, þá kemur í ljós að 69% af þeim sem ætla að kjósa Samfylkingarna núna kursa hana líka síðast. 10% af fylginu núna koma frá hinum stjórnarflokkunum, Viðreisn og flokki fólksins. 12% koma frá litlu vinstri flokkunum 3. Þannig að 22% af fylginu núna koma frá annarkost hinum stjórnarflokkunum eða litlu vinstri flokkunum. Mjög áhugavert að 12% komi frá litlu vinstri flokkunum. En það er ekki nema 9% sem að koma frá Sjálfstæðisflokki, miðflokki og Framsóknarflokki. Þannig að þarna eru, eins og við höfum séð í kosningarannsóknunum, tiltölulega skýrar línur það að kjósendur eru fyrst og fremst að færa sig á milli flokka sem eru hugmyndafræðilega nálægt hver öðrum. Og reyndar svona til gamans fyrir ykkur hér á samstöðinni sérstaklega. Þá er nú líka fróðlegt að skoða hvað kjósendur sósíalistaflokksins, þessi 4% sem kursu sósíalistaflokkin síðast, hvað þeir ætla að gera núna. Flestir þeirra, eða 29%, ætla að kjósa Samfylkinguna. Næst flestir ætla að kjósa sósíalistaflokkin aftur, en það er ekki nema 25%. Síðan koma Píratarnir með 15%, flokkur fólksins og Viðreisn með 7-8%, Framsókn með 6% og einungis 4% sósíalistana frá síðustu kosningum ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkin og 1% miðflokkin. Þarna sérðu skýra hægri vinstra minnstið, en það sem vekur kannski sérstaka athygli er hvað margir af þeim sem kursu þennan róttæka vinstri flokk fyrir 7-8 mánuðum ætla núna að færa sig núna yfir á Samfylkinguna sem að auðvitað ekki er vinstri flokkur en náttúrulega miklu nær miðjunni heldur en sósíalistaflokkur. Það er líka eitt kannski sem bara mig langar að bæta við þetta að að það hefur sérstaklega sýnt sig í rannsóknum að þeirra flokkar eru sérstaklega í ríkisstjórn að þá eru þeir svona þá upplifir fólk oft sem að þeir færist nær miðju og það getur verið af
mörgum ástæðum en bara veltum fyrir okkur 2 ástæðum. Það í fyrsta lagi þá eru þeir ríkisstjórn þess að þeir hafa bara fengið nóg mikið fylgi til þess að geta mynda ríkisstjórn og við vitum að kjósendur eru kannski svona almennt miðjusæknari heldur en þeir sem eru í stjórnmálum, þannig að það er kannski eðlilegt þá í raunur þegar við erum að hugsa kjósendahópinn að þeir séu þá kannski aðeins nær miðjunni heldur en ef þetta væri litlir jaðarflokkar, ef maður getur orðað þannig. En svo hitt líka að það að vera í ríkisstjórn þýðir yfirleitt sérstaklega þegar við erum með svona samsteypustjórnir eins og við erum með hérna víða í Evrópu að þá verða náttúrulega flokkarnir að gera málamilanir. Það getur verið mjög erfitt að vera mjög róttækur flokkur í ríkisstjórn sem að er kannski mjög ólíkur hinnum samstarfsflokkunum. Þannig að þá verða þetta svona praktísk úrlausnarefni og þá einmitt þá kannski líka upplifir fólk og flokkurinn kannski færi svona aðeins nær miðjuna því hann bara fást við svona hinn hversdagslega mál. Þannig að það getur líka að spila þarna inni þegar fólk er að tala að til dæmis Viðreisn og Samfylkingin séu bara orðnir svona einhverju típiskir miðjuflokkar en þeir eru náttúrulega þeir eru sveitt hvoru megin við miðjuna, vinstra megin og hægra megin, en þeir eru náttúrulega að taka ákvarðanir sem eru bindandi fyrir alla íbúa á Íslandi og þá er kannski þá er mjög eðlilegt þetta sé kannski svolítið svona hófsamara heldur en kannski fólk gerir ráð fyrir þegar það er í kosningabaráttu. Sko, ég er eiginlega svona að velta því fyrir mér að við ættum kannski bara að hafa sérþátt þingmálin framundan og áherslunar þar því að mér finnst svo áhugavert að velta því fyrir sér hvað er að gerast núna og hvað hefur verið að gera síðustu vikur, þannig að ég fæ kannski bara hói í ykkur aftur til þess að svara hluta þeirra spurninga sem að ég hefði nefnt við ykkur eruðu kannski hér til umfjöllunum þessum þætti. En vegna þess sem þú bendir á, Ólafur, hve margir sem ætluðu að kjósa sósíalistana hafa farið yfir til Samfylkingarinnar, þá þetta er náttúrulega mjög áhugavert og maður heyrir það oft að sko fjöldi vinstri manna sé landlaus, Píratar dutt út af þingi, einhver hluti þeirra var sannarlega vinstri sinnaður. Vinstri grænir eru dottnir út af þingi, sósíalistar náðu ekki inn á þing. Ég tók eftir því að Svandís Svavarsdóttir, hún skrifaði grein í Heimildina þann daginn þar sem hún talar bara hreyfinguna. Það er ekkert vinstri grænt, hún talar bara hreyfinguna. Ég held að það sé ekki tilviljun. Það er nú gamalt nafn. Jú, en ég held að það sé ekki tilviljun og ég held sko að það sé gaman að velta því núna fyrir sér hvort það hljóti ekki að koma upp kannski ómælt að segja hljóti ekki en er ekki einhverja líkur á að það kunna vera rétt sem að sumir fréttamiðlar hafa verið að skrifa að í bígerð kunna vera nýtt afl þarna vinstra megin á ásnum mögulega til að stöðva frekari blæðingu til Samfylkingar eða annað en maður veit ekki hvort það fólk upplifir sér sem landlaust og svo skárra að styðja vinstri arminn í Samfylkingunni heldur en að vera bara ekki inn í neinum þingflokki. Hvernig metið þið líkurnar á því að sko eitthvað að drægi til tíðinda í þessum vinstri jafnvel fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem nálgast nú því við heyrum það oft í umræðinni að jafnvel alltaf 15% Íslendinga séu landlausir þegar kemur að þingstyrk. Ef ég ætti að setja svona í spámannsæti þá gef ég mér það að það séu samræður í gangi á vinstri vængnum og það er eftirspurn eftir róttækum vinstriflokki. Við sáum eins og þú talar landlausu kjósendur og tölum líka bara þá hátt í 10% kjósenda sem kusu þess sem maður getur kallað kannski róttækari vinstriflokka ef maður setur alla í sama mengi, þar að segja Pírata og sósíalista og VG og það er bara töluverður stór hópur kjósenda. Mér finnst ekkert undarlegt að fólk sem að til dæmis kaus sósíalistana eða vinstri græna í síðustu kosningum segir núna að það myndi kjósa Samfylkinguna vegna það er flokkur sem er á þingi, þar að segja ef það væri gengið til kosninga í dag. Af því að fólk stendur líka svolítið frammi fyrir því vali bara, ef við tökum bara vinstri sósíalista sem dæmi, ég er róttækur vinstri maður
En eins og engin slíkur flokkur á þingi, mér langar að mitt atkvæði hafi einhver áhrif og þá kýs ég bara skásta flokkin sem segist alltaf kjósa skásta flokkin sem þá sá sem lengst til vinstri sem á þingi. Þannig að mér ekkert skrítið að sko straumurinn farið þangað. En varðandi þessa sameiningu, mögulega sameiningu eða sameiginlegt framboð á vinstrivægnum, ég býð bara svolítið spennt eftir að sjá hvort að það komi eitthvað fram fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Ég myndi halda ef að það gerist að þá væri það bara í stærstu sveitarfélögunum af því það töluvert mikið mál að koma á slíku framboði í öllum sveitarstjórnum en það eru ekkit allir flokkarnir á landsvísu með nærveru í öllum sveitarfélögum landsins sko. En ef það kemur fram einhvers konar sameiginlegt framboð þá myndi ég nú giska á að það væri þá í borginni og í nágranna sveitarfélögum í höfuðborgarsvæðinu og kannski Akureyri og svona stærri sveitarfélögum út á landi. Treystirðu þig til að meta líkurnar á að Sanna hún hverfi frá sósíalistum endanlega og gæti orðið leiðandi manneskja í þessum bræðingi? Nú kannski veist þú meira það heldur en ég Ég veit ekkert meira vegna þess að ég þarf nú bara stundum eðlilega að halda því til haga að ég ekki sósíalisti sjálfur og ég í rauninni bara pólitískt viðrinni og bara blaðamaður og ég engan innanbúður upplýsingar. Það mjög göfugt að vera pólitískt viðrinni. Já, afsakaði það bara að því þau eru í næsta nágrenni, afsakaði það. Hún hefur bara mjög lítið gefið út og þannig að ef það einhverja viðræður í gangi á vinstri vægnum eins og ég eiginlega að gefa mér að það sé einhverjar samræður í gangi að það hvort það verði Sanna eða einhver önnur eða einhver annar Svandís Davíð Þór það mun bara svolítið ráðast að því bara hvað þessi hreyfing mun koma sér saman þegar það kemur Þannig að ég treysti mér alls ekkert til þess að spá neitt fyrir það. En Sanna hefur náttúrulega verið mjög vinsæll borgarfulltrúi og einmitt hefur þetta sem að Katrín Jakobsdóttir hafði svolítið, hún er vinsæl út fyrir eigin flokk og virðist vera vel liðin í samstarfi þannig að hún væri klárlega mjög öflug kandídat í að leiða vinstrihreyfinguna í borgarmálunum sko, ef að hún hefur áhuga á því. En maður heyrir að það það mjög lítið gefið upp og það vegna þess að það er ekkert að gerast eða vegna þess að það er einhver strategi þannig að Allandi það geti verið sko hvortvekja sko og en það klárlega eftirspurn eftir vinstri sósíalistum og það fólk tilbúið til þess að bjóða sig fram og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir þannig kjósendahóp að fá slíkan valkost af því að annars náttúrulega það ósanngjarnt ef það svona stór hópur kjósenda sem að vill kjósa eitthvað ákveðið og hefur bara ekki kost á því þannig að það ekki framboðið. Maður saknar þess svolítið svo ég tali fyrir sjálfa mig sko að skil á milli róttækni í stjórn og stjórnarandstöðu þau eru kannski ekkert mjög mikil, þetta eru einhverjir svona hagsmuna áherslur og alþjóðasinnar versus ekki alþjóðasinnar en það ekki mjög svona róttæk rödd inni á Alþingi núna að tala fyrir hinu sveltandi einstæða foreldri. Það náttúrulega í fyrsta skipti núna síðan 1937 að hinn vinstri sósíalíska hreyfing hefur engan fulltrúa á Alþingi. Og við vitum úr kosningarannsókninni síðustu að viðhorf kjósenda sem kusu Pírata, Vinstri græn og Sósíalistaflokkin eru nánast alveg þau sömu og þessi hópur í síðustu kosningum var ríflega 9%, hann hefur oft verið stærri en hann var þrátt fyrir allt 9% í þessum kosningum sem að dygði fyrir allmörgum þingmönnum ef þetta hefði verið eitt framboð. Núna, og kannski sérstaklega því vorum að tala að ýmsir hefðu fært sig til dæmis frá sósíalistunum yfir á Samfylkinguna að þá líka rétt að hafa í huga að núna eru þessir 3 flokkar samanlagt að mælast líka með 9%. Þannig að það hafa tölverður hópur af kjósendur farið frá þeim en það hafa líka komið kjósendur til þeirra. Þannig að
að heildarstaða þessara þriggja flokka mjög svipuð og hún var í kosningunum. Það sem hefur hins vegar gerst inn í þessum þremur flokkum það að fylgi sósíalistana sem var 4% í kosningunum núna að mælast 2,4% og kannski stefnir hinn þessi sósíalistaflokkurinn með þessa nýju forystur sem að virðist vera svona harðskeyttari eða lengra til vinstri og minnir sumpart á gömlu vinstri sósíalistaflokkana á 8. áratugnum þar sem að margir litlir flokkar voru að bjóða fram yfirleitt fengu þeir sko frá engu fylgi upp í kannski 0,5%. Þannig að og miðað við hvernig spjótin hafa gengið milli nýju forystunar í sósíalistaflokknum og gömlu forystunar að þá kannski svolítið erfitt að sjá núverandi forystu sósíalistaflokksins ganga inn í eitthvað bandalag. Hins vegar þá eins og Eva var að segja að þá náttúrulega ríkar ástæður fyrir þessa þrjá flokka í rauninni til að sameinast vegna þess að auðvitað gæti fylgið aukist þannig að allir flokkarnir færu upp fyrir 5% í næstu kosningum. Það auðvitað hugsanlegt. En ef menn vilja vera bæði með belti og axlabönd þá auðvitað miklu hyggilegra að vera í einu framboði vegna þess að líkurnar á því að 5% þröskuldurinn verði ekki í næstu kosningum, hann engin. Líkurnar engar. Það verður 5% þröskuldur, það þarf stjórnarskrárbreytingu til að breyta honum. Þannig að það verður 5% þröskuldur í næstu kosningum. Og til þess að vera öruggir með að komast upp fyrir hann miðað við núverandi fylgismælingar, að þá í rauninni nauðsynlegt fyrir þessa flokka að sameinast, láta hagsmuni kjósenda sem hafa svipaðar skoðanir, að láta þá hagsmuni ráða því að þeirra viðhorf speglist að einhverju leyti inni í þinginu og kannski verður þróunin svo að það verði bara Píratarnir og VG sem að ná að sameinast, sósíalistarnir verði áfram utangarðs. Spurningin þá, skiptir það einhverju máli fyrir fylgið eða verða sósíalistarnir undir nýrri forystu svo litlir að það skiptir bara engu máli. Og varðandi Sönnu, fyrst að Heiða vill ekki segja neitt, að þá tel ég að minnstakosti miklu meiri líkur á því að Sanna Magdalena verði í framboði fyrir svona nýtt bandalag ef það kemur til. Frekar heldur en hún verði í framboði fyrir hinn nýja sósíalistaflokk. Það mjög erfitt að sjá það gerast. Eitt sem ég langar að bæta við þetta að því að Ólafur talar að kjósendur þessara þriggja flokka hafi að mjög mörgu leyti svipaðar skoðanir, þar að segja VG, sósíalista og Pírata. En þá það líka þannig að frambjóðendur þessara flokka hafa líka mjög svipaðar skoðanir. Þannig að það svo sannarlega grundvöllur fyrir, ef við horfum á frambjóðendunar, þeir náttúrulega flokkurinn og endurspegla afstöðu flokksins, að þá grundvöllur fyrir því að það ber ekkert svo mikið á milli. Hvorki þegar kemur á svona hægri vinstri efnaðsás eða þessum svo kallega menningarás. Ein leið til að orða þetta svona. Hverjum það að kenna að 10% vinstri sósíalista kjósenda í landinu hafa engan mann á þingi. Með hæfilegri einföldum má segja, það forystumönnunum í þessum þremur flokkum að kenna. Og kjósendur þeirra eiga betra skilið. Þeir eiga skilið að þeirra rödd heyrist á Alþingi. Takk ykkur kærlega fyrir þetta. Þetta verða loka orðin. Þau umhugsunarverð. Það sem við náðum ekki að ræða, það var til dæmis Evrópumál, það var útlendingafrumvarp sem nú orðið flestir virðast styðja sem Obba leggur fram hjá Viðreisn, frumvarp sem hefði verið talið óhugsandi að væri lagt fram fyrir svona 3-4 árum, svo ég bara svona fletti upp í mínu fréttaminni en allir eru sáttir við.
Þingveturinn framundan, staða Flokks fólksins, hún liggur óbætt hjá garði þessari umræðu vegna sem við komumst ekki yfir allt, en ég hef sem sagt áhuga á því að biðja ykkur að koma aftur áður en þing kemur saman og til að ræða það sem við náðum ekki að ræða núna. Er það ekki bara til í það? Alveg sjálfsagt. Skemmtilegt. Gott mál. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk þér. Kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja að höldum áfram dagskrán eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is